Já, velkomin að Rauðaborðinu á þriðjudegi mitt sumar, drungalegt sumar, það svo sem komið haust hérna í Reykjavík, ég veit ekki veðrið annars staðar á landinu, en það svolítið drungalegt hérna. En það ekki drungalegt hérna við Rauðaborðið, við erum með sumarútsendingu, við byrjum á því í gær, við erum ætlum að vera með í sumar, á meðan að RÚV með Ríkissjónvarpið, með þennan fótboltallan, fréttatíminn byrjar ekki klukkan 7 hjá þeim, en við byrjum með okkar fréttatíma hérna á samstöðinu klukkan 7. Þetta tilraunaverkefni, við erum líka svolítið að taka upp boltan sem við skildum eftir í maraþoninu, þar sem vorum að safna áskrifendum, og við erum svolítið að safna áskrifendum að aðtók að þið viljið kannski styðja okkur í því að vera áfram með svona fréttatíma eins og við erum að pröfa hérna. Ég sé að það eru 5 sem að skráðu sig fyrir áskrift frá því að við vorum með þáttinn í gær, sem er bara mjög gott, fyrir samtals 6-faldri áskrift, sem er mjög gott. Ef það myndi gerast á hverjum degi, þá erum við bara allsæl. En þannig nú það, og þau eru komin hingað til mín, María Lilja Ingveldardóttir Þrastardóttir Kemp og Sigurjón Magnús Egilsson, og við ætlum að segja fréttir. Yes. Og það er eiginlega ekkert að frétta niður á þingi, en samt er það uppafið allra fréttum, eða hvað? Ég horfði á uppafundar í morgun klukkan 10 og áður en nokkuð gerist, þá kemur minni mig Hildur Sverrisdóttir, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins og undir liðnum fundarstjórn forseta, ég sagði sjálfum mig, hvað fundarstjórn? Þetta er ekkert byrjað, hvað er hún að gera? Og svo komu líka Bergþór og hver er hinn? Já, Ingibjörg Ísaksen og þau þingflokksformennirnir og þeir lögðu fram tillögu dagskrárbreytingu og það var að greiða atkvæði hana og hún fór 33 sem segir okkur það að einu stjórnarþingmennirnir sem voru, andstæðingarnir sem voru mættir í salinu voru þau 3 sem voru að flytja breytingartillögu að breyta dagskrá og engin þingmaður sem fylgdi þeim í salinu, engin. Þetta er ótrúlegt að sjá þetta. Þeir svona truflað forsetann með einhverju svona kjaftaði og svo er bara allir þeirra samir er bara heima sofandi eða eitthvað. Já, mann líður svona svolítið eins og sé verið að gera grín af okkur. Þetta sé svona, þetta er svona skrípaleikur orðin. Það er svona mín tilfinning. Þetta er bara fólk sem hefur einhvern veginn öll þessi völd í hendi sér og það er bara þarna að leika sér með almannafé í rauninni. Þetta er fólk á himinháum launum. Þau eru ekki yfirtíð, sko. Þau fá bara alltaf sömu launin. Það má ekki gleyma það er hellinga fólki sem að vinnur við að Akkurat, það er eins og fólki þarf að ganga frá þessu ræðum í rituðu máli. Það er starfsfólk þingsins sem að situr þarna. Það er eftir 3000 ræður sem á eftir að fara yfir 3000 ræður og það sem er líka með starfsfólkið að þau hafi ekki enn gripið til þess að meina þeim að biðja að fara ekki í sumarfrí að það bara ráðið inn fleira sumarfólk til að vinna þessi störf og meir heldur en verið áður gert og það verður svolítið gaman kannski haust að taka þetta þá saman. Hvað það kostar. En lýðræðið, við viljum náttúrulega borga fyrir lýðræðið. Er þetta nauðsynlegt fyrir lýðræðið? Nei, mér finnst er þeir ekki svolítið að sveigja lýðræðið, ég held að. Ég meina, er þetta ekki lýðræðislega kjörri stjórn og þingmeirihluti sem er einhvern veginn haldinn hann í kýsningu? Stór meirihluti í þinginu. En nú vomir alltaf yfir í þingsköpum grein 71 að þingforseti geti slökkt á svona umræðum sem var sett af gefnu tilefni til þess að stoppa til dæmis svona umræðum. Hafið þið einhvern veginn heyrt rök fyrir því af hverju það er bara ekki gert núna? Ég hef bara heyrt þetta að það myndi koma sér illa á einhverju leyti komist hægrið aftur í stjórn og það verður gripið til einhverju nauðvarna þá minni hluta en ég meina það er bara það sama. Þetta er bara lýðræðið. Það gengur ekki að hafa þetta svona. Það eru fáir sem er að segja að þetta sé svona merki það að lýðræðið virki á Íslandi. Nei, þetta er öfugt. Þetta er þingkosningarnar eru bara lýðræðisveisla. Þetta er ekki svona í öðrum löndum. Nei, svo var ekki en ég man til dæmis eftir því að Steingrímur J. Sigfússon hefur margsagt að hann var alltaf á móti þessu.
og Að nota þetta ákvæði. já, nei, að þetta ákvæði væri svona, þetta ætti bara ekkert að vera þarna. Það ætti bara að vera málþóf eins og þú vilt. Já, en þú hefðir ekki sko geta koma alltaf aftur, það er takmarkað, kvóti, koma fyrir litið margar ræður. Það er bara þannig. Já. Þetta er ekki svona í nágrannlöndunum. Nei. Þetta hefur verið svona í Bandaríkjunum, að þetta heiti filibuster. Og daginn einhvern tímann, einhvern vetur, þá var ég að horfa á svona 2 myndir Lyndon B. Johnson, sem ég veit ekki af hverju ég var að gera það, bara að bera það saman hvernig ég sagt frá sögunni. Og þá kemur einmitt, filibuster kemur svolítið mikið við sögu, að þegar hann tekur við, þá ætlar hann að fara í gegn með tillögur eða breytingar sem að John F. Kennedy stóð fyrir að tryggja einhvers konar mannréttindi svartra í Bandaríkjunum og kosningaþáttöku og annað slíkt. Og þá voru demokratarnir í suðrinu sem fóru í málþófi og þeir héldu alltaf linnulaust áfram. Demokratarnir flokksbræður forsetans. Þá voru rasistarnir í demokrataflokknum og fluttu síðan yfir í republikaflokkin eftir þetta. Og þá þau ákvæði í þinginu þar að ef að 60% þingmanna samþykkja þá var þetta slökk á þessu málþófinu. Og þá, og það man ekki hvort það var beðið 3 eða 4 mánuði, þá var hann var búinn að vinna, þetta var náttúrulega óvinsælt þetta málþóf, en ekki kannski í Suðurríkjunum. En hann var að bíða eftir því að ná 60% til þess að fella það. Ég held að meirihlutinn, hann hefur rétt hæflega 60, þannig að ef þetta væri í Bandaríkjunum, þá gæti lent í því að væri bara málþóf og kemst ekki áfram. En ég held reyndar að eftir þetta hafi Bandaríkjamenn eitthvað að laga þetta til, því að engin þjóð vill hafa þetta eins og er hér. Nei, þetta er galið. En svo var þetta svona, sá ég eina frétt sem var Hanna fái aðgang að jafnaðargeðs námskeiði. Þetta er setning eftir Bergþór Ólafsson. Hönnu Katrínu? Nei, Hönnu Katrínu. Það var vegna þess að nú er annað frumvarp sem að sömu flokkar eru á móti, allavega Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn, eru á móti aukningu á strandveiði. Og það var bara detta inn í aðra umræðu og búið að vera einhverja 4 ræður og þá fór Hanna Katrín upp og hvart yfir að koma með málþóf og þá eru þeir málþófsmennirnir svona rosalega móðgæðir og sögðu að hún ætti að fara á jafnaðargeðsnámskeið sem að ég veit ekki alveg hvað er. Þeir fara á hvað? Ég veit ekki. En það er eitt náttúrulega sem Sér ekki hvað þeir að sína mikla stillingu? Þeir eru orðin svo hásir, þeir eru að tala svo mikið og þeir eru hásir. Mér fannst þessar kýtingar bendi til þess að ástandið niður í þingi er orðið eiginlega óbærilegt ábyggilega. Þú veist að menn eru svo móðgaðir í báðum hópum fram og tilbaka og taugarnar einhvern veginn þandar og ég held að margir í stjórnarandstöðunni vita að þeir eru að gera einhverja glóríu. En það er ekki hægt að semja vegna þess að ríkisstjórnin verður að ná svo fram og stjórnarandstöðan getur ekki hætt sjálfviljug. Þannig eina leiðin er að Þórunn noti þetta ákvæði og slökkva þessu. Ég held að vera allir glaðir. Já, ég held að það væri bara gott. Já, nema stjórnarandstaðan. Ég held að vera glöð. Já, nei, út og við munuðu svona, þetta sé ofbeldi gegn alveg klárt mál. Því þau getur hossað sér á því og ekki vonandi, en svona. Úr þessu geta þeir ekki samið að hleypi sig gegn, þeir geta það ekki. Þau eru búin að, eins og kallaði stundum, að investor of mikið í þessu. Þannig að það get ekki bakkað. Það er konur og langt. Þannig að ég vissum að það er einhver, ef þetta verið bíómynd eftir Lyndon B. Johnson, þá væri þarna sena það sem einn úr stjórnarandstöðunni færi til Þórunnar og bæðan í guðsbænum að beita þessu ákvæði, svo ég kæmist nú heim í sumar leyfið með fjölskyldunni. Búin að kaupa nýtt grill og þyrfti ekki að fara í 71. ræðin og gera með fíbli nótt eftir nótt eftir nótt. Hafið þið eitthvað verið að hlusta á þessar ræður? Af og til, sko. Ég með kveikt á þessu þegar erum við borðið mitt. á þessari, á svona fartölunni. Er efnislega eitthvað þarna eftir? Nei. Er þetta ekki bara eitthvað svona bull? Þetta bara blöstur og eitthvað svona og ég fór nú út í bæ í dag og gerði hitt og þetta og ég er að drepa tíma eða eitthvað svona. Nei, þeir sem viljið sjá þetta geta bara skipti hætt að horfa á samstöðuna, horta á Alþingi rásina. Þar er núna Þórarinn Ingi Pétursson upp í pontu og svo á eftir honum kemur Ingibjörg Davíðsdóttir með sína 61. ræðu og Guðlaugur Þór Þórðarsson með sína 27. Hann er nú ferskur, kemur inn. En Jón Pétur Simsen, hann ætla að fara með sína 57. ræðu seinni í kvöld. Þetta er svona.
Og þetta sko, þú getur ekki í 57 ræðum komið alltaf með einhverjar nýjar kenningar eða afstöðu til málsins, það er bara ekki hægt. Eru þau ekkert að endurvinna bara svo? En tilgangurinn ekki sá. Tilgangurinn málsókn. Hann einmitt að halda líkíslingu. Bryndís Haraldsdóttir, ég spurði hann hérna var hjá okkur, og hún sagði þetta var í fyrsta skipti sem hún tekið þátt í málstofi og skammaði, hún sagði þetta er málstof, og svo kom það 3-4 dögur seinna í öðrum fjölmiðlum. Þannig að við skupum því. Já. En hún lagði nú til þegar hún var í stjórnarmegin að þetta yrði breytt reglunum, þannig að þetta er ekki boðlegt, sko. Ég held að áttu sér allir á því. Herðu, talandi um eitthvað sem er ekki boðlegt, en Netanyahu, hann tilnefndi Trump til friðarverðlauna. Það er mynd sem að birtist með þessu, þannig að hann mætir til Trump með eitthvað svona umslag það sem hann réttir honum sem er tilnefning hans þess að það skipta fyrir máli. Já, þetta er sko eins og hvers konar gæi er þessi Trump? Við hvers konar bara heimi búum við í. Við skulum alveg átt okkur af því að það hefur verið gefin út handtökuskipun á Netanyahu og það er alveg hreint með ólíkindum en hann skuli bara sitja það til borðs með bandarískum yfirvöldum þar sem að við erum ég meina okkar bandamönnum. Hann hefur fengið ávarp á þingið og þeir standa upp og klappa fyrir honum. Ég held að það hefur bara ekki komist áfram í ræðunni þegar þeir klöppu svo mikið frá. Og flýgur yfir evrópska landhelgi sko og ég held að hann hafi meira saft tekið pitstopp að Macron hafi veitt leyfi fyrir því að hann tók bensín á leiðinni í Frakklandi sko. Án þess að vera handtekinn. Án þess að vera handtekinn. Þetta er náttúrulega bara sko hvar eru við stödd? Það virðir ekki alþjóðlög lengur og þetta er eitthvað svona dystopía. Svo segir Netanyahu og hann vill að hann fái friðarverðlaun Nóbels og Trump sjálfur, hann hringdi í Pútín og Pútín nánast skellir bara á hann og svona bara halda kjafti og þá segir hann það verður að stöðva þetta að maðurinn er að drepa fólk, saklaust fólk. Svo lítum við til Ísrael og Gaza. Hvað er þar? Það er verið að skjóta fólk sem er að sækja sér mat. Já, og þar er bakkjarli í öllu saman Donald Trump. Já. Og þetta tískinningun er svo mikill að þetta er bara galið. Þannig að þið ætla ekki að veita Trump friðarverðlaun ég. Friðarverðlaun samstöðurinn, ég get ekki. Það eru svakanlegar fréttir af Gaza og hvernig Ísraelsmenn tala. Nú eru þau byrjað að tala lokalausn. Já. Sem að Guðmundur Halldórsson prófessor var í einhverju morgunútvarpinu að fjallum myndi sig óþægilega á umræðu nasista endanlega lausn á gyðingavandamálinu. Einmitt, hann sagði Auschwitz hefði ekki verið mannúðarborg. Það er ég meina þessi lokalausn þetta er auðvitað eitthvað sem líka var heyrið þetta fyrst frá Trump og einhvern tíma fekk ég mögustinni viðtal við mig og listi þessu svona ágætlega þegar Trump segir þetta og segir að Trump er svolítið svona þessi gæi sem endurtekur það síðasta sem hann heyrði í síðasta partíi og þetta er svona, hann svona básúnar og þú veist, sagði greinilega frá þannig einhverjum áforum Netanyahu og félaga mitt lokalausnin á Gaza sem er bara þetta er bara gjöreyðing, það er búið að þvinga þetta fólk, ég meina það er ekkert að fara þetta fólk. Það kemst ekki neitt heldur. Nei. Það er ekkert að fara það. Nei. Þannig að maður veit ekki hvað á að gera og að handtaka 2 milljónir manna. Ég meina, nú er komið ljós að þau eru ekki nema 1,5 milljón eftir og væntanlega og færri. Það er auðvitað erfitt að halda utan það en ég meina það er bara gjöreyðing algjör gjöreyðing og það er búið að þvinga þau inn á miðju, inn á 3 svona lokuð svæði og inn í herkví og svo er sko fyrir utan þær aðeins norðar á Gaza þar eru þessar matvælastöðvar sko sem eiga að vera með hjálpargögn og þangaðir fólk þarf að fara í gegnum svona eitthvað svona göng og við erum að tala að þetta er sko göng með sko kúlnarhríð og sprengjuregni þetta er bara einhvern veginn komið langt út fyrir að vera martröð. Ég veit ekki, ég á ekki orðin til þess að lýsa þessu. Þegar Trump birti einhvern veginn í vetur svona myndband af ríveru sem áttu að reisa þegar það væri búið að losa sig við alla Palestínu menn
Þá var hann þar að dansa og var hann ekki að drekka með Netanyahu kokteil og Elon Musk, hann var eitthvað að dansa þannig, nú þarf líklega að laga myndbandið og þurrka hann út, já, þeir eru ekki vinir lengur. En ég sá eitthvað svipað sem að kom frá Ísraelsmönnum sem var eiginlega bara útfærsla þessum hugmyndum, sem að virkaði sko bara í svo absúrt rugl í febrúar. Það bara heldur áfram. Já, ég meina þannig að bara absúrt ruglið bara vellur áfram. Já, og ég meina þeir hafa verið að þar heilsíðu auglýsingar hafa verið svona borist fregnir af þessum auglýsingum Ísraelsmanna, landtökumanna þar sem að það eru auglýstir viðburðir hérna, þeir eru að leita sér að fjárfestum og verktökum til þess að koma og hefja þessa svona uppbyggingu innan gæsalappa með sér innan Bandaríkjanna og þá í svona evangelískum samfélögum sko, þar sem að hérna arabar eru álitnir annars flokks. Herðu, það var skorið á bönd fána Palestínu og reyndar Úkraínu líka við Ráðhúsið. Þetta merki svona... Það var viðtölu við borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem voru bara æfir yfir þessu. En ég ætla ekki að segja það þeirra við. Skorið það? En orðræðan var eiginlega þannig sko. Hildur sagði að þetta væri fáni Hamas. Það er alveg ótrúlega margt. Ég fór að dunda mig við það að sko fáni Palestínumanna eiginlega tekinu upp eitthvað 1920 en þetta er fáni sem var notaður í það sem heitir uppreisn Araba gegn Ottómanveldinu í fyrri heimsstyrjöldinni þar sem að Vesturlönd þurftu að fá einhverja til þess að ráðast á Ottómanveldi þeim megin frá til þess að geta fellt það og þá sumuleyti má segja að það hafi verið svona uppvakningin af svona þjóðerniskennd meðal Araba hugmyndin þjóðríkja því að Vesturlandabúar eða sérstaklega Bretar lofuðu Arabum það að búa yrði sko ríki Araba þar sem núna er Jórdanía, Sýrland, Palestína held í langt inn í Írak og eitthvað víða en svo þegar í Vestlandssamningunum kom í ljós að Bretar höfðu engan áhuga á þessu heldur höfðu og Frakkarnir fengu Sýrland held ég og svo var byrjað að lofa síónistum hluta Palestínu og Vesturveldin vildi ekki hafa eitt sterkt ríki Araba heldur brutu það niður þannig eru mörgu veik til þess að vestræn fyrirtæki getur sko stólið auðlundum og öðru slíku þannig var það ekkert úr þessu en þessi fáni er raunverulega og Palestínumenn tók hann upp fáni uppreisnar Araba og hann er eiginlega tákn sko uppreisn Araba gegn erlendri kúgun og vel við hæfi hans í höndunum á Palestínumönnum í dag. Já, og það er eiginlega bara alveg ótrúlegt hvernig þeim tekst einhvern veginn, þetta er bara svona partur af því að beita og rugla umræðina og þetta er svona hundaflita og ég meina þetta er alveg svo að kalla íslenska fánan bara fána Kristrúnar Frostadóttur eða Já, ef þú styður ekki þjóðarmorð á Gaza þá ertu fylgjandi hryðjuverkum. Já, einmitt það. Ef þú vilt frið í Evrópu þá ertu pútinisti. Þannig að þetta er eiginlega því miður þá er umræðin okkar í þessu samfélagi bara meira og minna á þessu svæði sko. Því miður. Nefnum náttúrulega hér. Herðu, en ég sá eina frétt sem mest á það er umboðsmaður Alþingis krefur dómsmálaráðherra að svara umsóknir ríkisborgararétt og hann hafði gert þetta fyrir nokkrum árum síðan og þá var vandamálið það að það var 13 mánaða bið en þá einhvern veginn var þetta lagað og biðin fór niður í 5 mánuði. Nú er hún komin aftur upp í 1,5 ár sem eru þá 18 mánuðir og þess vegna kemur hann inn. Ég veit ekki, það er nú fáir hrifnir af Útlendingastofnunina sem svona... Já. Virðist ekki vera stofnun svona sem að afgreiða hlutina hljótt og vel. Nei, það er ekki. Útlendingastofnunin, ég get bara sagt það fyrir mitt lítið allavega, hún er alveg skelfileg stofnun. Hún er reynda bara byggð upp þarna af einhverjum nasistaflokki til að byrja með til þess að varna því að hingað myndi berast brúnt fólk og útlenskt fólk og blanda geði við Íslendinga. Hún er bara einhvern veginn, hún vinnur svona ennþá samkvæmt þessum gildum
það rosalega erfitt að fá áheyrn, þannig að ég meina, ég farið þarna með skjólstæðinga á vegu Solaris, reynt að fá áheyrn og annað, þetta er kalt, hrátt, vont andrúmsloft og fólk að bíða þannig marga klukkutíma bara í röð. Það kannski, og þau tala alltaf einmitt að það sé svo mikið að gera, svo brjálega að gera, það er samt yfirleitt bara svona 1-2 manneskjur hann að vinna í afgreiðslu. Þetta ekki svona flókið. Og ef eitthvað sko, þá átti síðasta lagabreyting sem var gerð hvað var 2023, þessi stóra lagabreyting sem átti einmitt að bæta málsmeðferðartíma og stytta og gera allt svona strömm. Þetta sér mál, þetta umsókn ríkisborgararétt. Já, einmitt, svo þær það ekki tvíþætt, þær annars vegar alþingismegin og svo... Það fyrst áttu að fara að sækja og svo getur síðan sótt sérstaklega til alþingis. Ég tala reglulega við mann sem frá Sýrlandi og hefur komið hingað og byggt upp fyrirtæki og svona, það sem myndi telja að vera alveg svona ídeal borgari í íslensku samfélagi. En hann hefur sótt ríkisborgararétt, 3 eða 4 sinni, alltaf ekki nei, eða ekki akkurat. Það sem Útlendingastofnun segir að segja að hjá honum að hann með alla sína pappari frá Sýrlandi og síðan frá Tyrklandi, en leiðinni til Tyrklands þá fór hann í gegnum Írak og var þar í 4 mánuði. Og þeir vilja að hann komi með gögn frá yfirvöldu frá Írak að hann sé ekki á sakarskrá. En málið, hann var eiginlega flóttamaður þarna inni og hvergi á skrá í Írak þar hann ekki á sakarskrá eða neitt. En þau bara Írak svarar. Þau hlusta ekkert á það? Ekkert hlustað á það? Nei. Þú verður bara að skila the computer say no. Þú verður að skila það eru 4 mánuðir. Þarna hefur geta verið bara einhver stór glæpamaður í Írak og við veitum ekkert það. En ég get ekki sannað að svo hafi verið vegna þess að það ekkert mig í Írak. Það bara bad luck fyrir þig. Og hann hefur sótt í þinginu og ég hef nú reynt að hafa sambandið þingmenn og þið vitið það að yfirleitt fær maður svona einhver svör, en það var mjög áberandi við þetta. Ég sendi á alla sem voru allsherjarnefnd, þá bara púf, engin svör, engin þorir að koma nálægt þessu. Hvað búin að vera hérna lengi? Ég man ekki 15 árið eitthvað. Mér finnst það bara, þegar hann sagði mér að hann var ekki fengið höfnum, bara Já, þetta alveg ótrúlegt að því að fólk í hans stöðu, það þarf sífellt að vera endurnýja og núna búið að stytta úr, hvað voru 4 til 5 ár í 2 ár, þannig á 2 ára fresti þá þarf þessi ágætum maður sem hefur einhvern veginn allt sitt hér og með sitt fyrirtæki, fjölskyldulíf og annað, hann þarf að fara og sækja framlengingu á sínu dvalarleyfi. Ég má skjóta inn einu sem mjög léttvægt. Samstöðin þarf að fá endurnýjun á útvarpsleyfi og ég þarf að senda inn meðal annars það að ég hafi fæðst af því að það vilja vita hvort að ritstjórinn hafi fæðst og það við sendum það við fengum þá sendi ég líka fæðingarvottorð nú þarf ég að senda það aftur því það gæti verið að ég hafi affæðst þannig ég fara að velta fyrir mig af hverju það biðjum allir þessi vottorð Þú veist, þú vilja fá vottorð heimilisfesti Þetta hið opinbera og maður skilur heldur ekki af hverju þetta ekki bara allt í sömu tölvunni undir sömu kennitölunni. Ég mun okkar segja eitt varðandi ríkisborgararéttinn að því að fyrir held ég svona 5 árum að þá fóru ég og skoðaði veitingu ríkisborgararéttar til fólks með erlendan ríkisborgararétt í öllum Norðurlöndunum og í samanburði við Ísland. Og það kom mér á óvart að við erum miklu sparsamari á því að láta fólk fá ríkisborgararétt en hinnir. Það munaði held ég bara að við erum kannski með 20% af því meðan við höfðatölu sem að Svíarnir gera og miklu minni normenn og danir og allt saman. Þannig að það eitthvað svona tregða. Kannski það þessi stofnun, eins og þú til lýsa, og margir hafa verið að benda á að Útlendingastofnun var byggð á svo kolröngu grunni að þetta svo bara húsasótt. Þannig að þú getur skipt úr starfsfólkinu og öllu. Þetta hét Útlendingaeftirlitið. Já, þetta hét það. Og svo fyrir nokkrum árum breytt í. Þannig að þú getur skipt starfsfólkið og allt saman, en það bara breytir ekki. Það eitthvað í vekkjálnum. Herðu, Elliði bæjarstjóri í Ölfusi, hann vill hafa þjóðaratkvæðagreiðslu bóku 35. Þið ekki kátt með það? Alltaf gaman að kjósa. Svisslendingar hafa það fínt, þeir eru alltaf að kjósa. Já, það með upplýsingaúrræðina og þessar bókun 35. Nú, ef ég skil þetta rétt, þá bara hann að verða að lögfesta að réttindi borgarana. Ekki alveg, ef það verður ágreiningur þá gilda Evrópurétturinn ofar. Já, hann gildi... Í þeim atriðum sem samningurinn snýst um. Já, og í þeim atriðum það sem vafaatriði
sko, hérna, ég segist réttindi borgarinn, þetta er byggt á okkur máli, Ég myndi frekar orða þetta svona, að við gerum samning við Evrópusambandið um EES og þeir segja að já, ef við gerum svona samning þá verður að vera þannig að þau atrið sem að snúa að samningunum að þeir geti ekki farið hægt og bítandi að sitja bara einhver allt önnur lög og þau gilda þannig að sko samningur verður bara eitthvað fróða og vitleysa. Þannig að það verður að vera bara samningur, það er bókuð 35, að það sem er stangast á, að þá gildir Evrópureglunar, enda voru þeir að gera þennan samning. Ég býst þetta að segja þannig. Já. Og með Björn Bjarnason, með þannig orðaði þetta eitthvað þannig að þeir sem eru að tala gegn bókuð 35, þeir þora ekki einfallega að segja hugsin sem er að þeir eru á móti EES-samningnum. Af því þeir vita það, ef Íslendingar staðið fram yfir valkostur að fara inn í Evrópusambandið eða vera utan EES, að þá myndu 80% vilja inn í Evrópusambandið. En til þess að geta haldið áfram þessum sjónarmiðum sem að njóta ekki stuðnings meðal almennings, að þá þurfum við að hlusta á þetta karp bókuð 35. Já, þetta er eitthvað sem að, ég meina þessi sömu lög og réttindi sem fylgja samningnum er eitthvað sem að við höfum skuldbundið okkur til þess að framfylgja fyrir milljón árum síðan. Já, sumt snýr að réttindi borgara eins og þú ert að segja, en margt að þessu náttúrulega bara réttindi businessfyrirtækja, sko. Við verðum halda áfram með það. Já, það er ekki með næst Þú, það er merkilegt. Já, ég skrifaði frétt sko, ég var með viðtalinn í gær við Magnús Árna og Tinnu Laufi, prófessora, fjármögnun háskólans, en það sem kemur merkilegt fram að þau eru að kvarta yfir því að háskólinn er sveltur og sérstaklega rannsóknirnar. Á sama tíma hefur verið aukning frá ríkisstjórninni og þetta er máilega rekja til ríkisstjórnar Sigmundar Davíðs og var hélt síðan áfram í ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur vegna þess að það var sami fjármálaráðherrann sem var Bjarni Benediktsson sem stóð fyrir því að stórauka skattaafsláttur fyrirtækja út frá rannsókn og þróun. Og það hefur nú verið bent á það, meðan OECD að þetta fyrirkomulega er afleitt vegna þess að það er svo auðvelt að fá alls konar hluti samþykkta og ég hef verið sagt við mig að menn hafi sótt sko bara endurnýja forstjóra á bílinn og svona, ég veit ekki alveg hvort það er satt, þá eru menn að tjási það að þú eiginlega getur logi hverju sem er að inn, þú veist, forstjórinn skilgreinir allt inn á aðstoðamann sinn sem þróunarstjóra og þá bara ríkið til að borga sko launina, segja, þú veist, þú getur fengið skattaafslátt út á það. Þetta hefur valdið því að Íslendingar skera sig úr. Að það er ekkert ríki nálægt okkur inn í OECD sem að veitir jafnmikinn stuðning til þróunar og rannsókna hjá fyrirtækjum. Á sama tíma er ekkert ríki sem að veitir jafn lítið til rannsókna hjá háskóla. Þannig það er eiginlega bara búið á örskömmum tíma, eiginlega bara einkavæða allar rannsóknir. Og ég held þetta sé út af þessari svolítið gölnu pólitísku stefnu í Sjálfstæðisflokksins sem að trúir því að fyrirtæki hljóta alltaf að taka rétt ákvörðun á meðan að opinberir starfsmenn eins og til dæmis sem vinna í háskólunum þeir vita þau ekki neitt sko. Þannig að þau eru það hafa enga hagsmuni og eitthvað svona já, bara þau fara stund okkur að rannsóknir sem skila engu og svona hverjir vita hvað skiptir máli í íslensku samfélagi það er náttúrulega eigendur fyrirtækina ríka fólkið og þetta er bara og þetta hefur fengið að flæða hérna yfir og orðið að einhverju svona hálfgerðu sko það er bara enn eitt dæmið þetta já, en það er ein frétt sem að hangir svona kemur víða fram að það er ágreiningur á milli sko háskólaráðherra sem er Logi Einarsson og háskólana innritunargjald og það var málið það að það var komið upp í 180.000 krónur og ég held að það hefur umboðsmaður Alþingis sem að benti á það að það er ekki hægt að rukka svona ríkisendurskoðandi, ég man ekki hvort það sagði, þú getur ekki rukkað innritunargjald nema þessi kostnaður vegna innritunar og þá er þetta auðvitað rétt hjá honum sko, vegna þess að háskólanir að það verið að svelta þá að þá fara þeir að reyna að búa til eitthvað tekjustofn þannig þeir hækka bara innritunargjaldi sem er náttúrulega svívirða en svívirðan er vegna þess að ríkið er hægt að styðja háskólana að þeir get ekki rekið sig sko Þannig þeir eru byrjað að rukka og þannig að bara fyrir að eyðileggja jafnrétti til náms og eitthvað fyrir. Já, ég meina það er, ég meina hvaða venjulega manneskja getur bara séð af 180.000 krónum á önn. Það verður það foreldrar eða einhverjar hjálpa. Það verður einhverjar aðstoða. Og sem skóla sitt líf. Akkurat. Þessi rannsóknir vörðu sem að sýni að ég held að þessi 22% heimila sem að ráði ekki við 85.000 króna óvænt útgjöld. Sem er, held ég að mælikvarðin er að
endurnýja þurrkarann. Ég ræddi þetta við vinkonu núna bara daginn, hún bara svona, þau eru svona ósköpunleg fjölskylda, menntuð, vel bæði í góðri vinnu, þau eru með 3 börn og það kom upp 30 svona eitthvað svona auka kostnaður sem bara var eiginlega bara fyrir þau sumarplönin sko. Þau sem hafa lent í þessu, þau vita það að þú kannski, þá getur fengið þér lán, skyndilán á 30.000 að þá verður það orðið 35 eftir 2 mánuði og 40 og það er vítarhingur. Já, alveg gera. Þannig að ég vildi vera að benda á þetta að þessi umræðu 180 skallin er svona hluti af svona kannski miklu stærra máli sem verður að taka til. Stjórnvöld í Kreml, þau eru í áfalli yfir meintu sjálfsvígi samgönguráðherra sem að datt út á glugga. Nei, það var ekki hann. Nú, hver var það? Nei, þessi dó einhvers út í sveit. Já, en þetta var eitthvað sem var að setja af úr hernum eitthvað sem datt út á glugga. Star of Void sem á að hafa, fyrirfara sér. Já. En það hefur komið fram, verið sýndar svona heimildarmyndir og fleira og skrifaðar læriðar blaðamannagreinar það að Pútín er bara myrða andstæðinga sinna. Ef þú ert ekki í náðinni. Hvað held ég að orðum kokkinn sem að yfir með Vagnersveitana sem að dó skyndilega? Skotið niður flugvélinnars. Hrapaði. Já, ég veit ekki. Haldið það sé þannig að Pútín bara drepi þá sem að... Já. Allan eitthvað að því, sko. Þetta dett út gluggan triks trúur sig ekki lengur að menn bara háttsetti menn. Bara á hverju ári detti nokkrar að brúta glugga. Já, það voru kannski bara í þessu samhengi nefna Epstein hann dó skyndilega og vantar 1 mínútu í upptökur á fangakleifunum og allt þetta, ég meina þetta samt sem áður vilja meina að það hefði ekkert gerst og það eru Bandaríkin, þannig ég held að það sé ekkert launungamála að svona pólitískir hryðjuverkamenn eins og þessir einræðisherrar þeir myrði andstæðinga sína. Það var sagt Stalín að hann vaknaði á morgnana timbraður eftir mikla drykkju kvöldið áður, gargaði á ráðgjafi sína og hafði gleymt í hann hafði látið skjóta það um nóttina. En Íslandsbanki skoðar tækifæri út fyrir landsteinana því að það var samkeppni milli Íslandsbanka og Arion-banka að fara í sameiningarviðræði við Kvíkubanka og þá svarar Íslandsbanki með þessu að það eru miklu betri bitar annars staðar. Haldið það fari ekki svolítið íslenska þjóðina þegar þið sjá íslenskan banka í útrás? Alveg klárlega. Alveg klárlega. Jú, það kom upp svona rauðflögg. Já, ekki? Ætti ekki einhver að fara og taka vegabréfið að bankastrónum? Jú, það er kannski. Jú, eða allavega, einmitt. Ekki láta þetta út á gluggan? Nei. Kannski vegabréfið þess. Nei, þetta er bara ekki, við treystum þessu ekki. Við erum bara að fer okkur kald og hrollu bara. Já, ég held að það sé mjög mikilvægt einmitt fyrir nú séu allir fjölmiðlar mjög vakandi fyrir því sem að koma skal. Og þessi kannski sérstaklega verður Íslandsbanka, þegar Íslandsbanka salan var sem að gróf náttúrulega undan ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur og Bjarna Benediktssyni og eyðilagði hans pólitíska feril. Að þá vaknaði þjóðin upp fyrir það hefur ekkert breyst, sko. Það er bara sama liðið að fara að kaupa banka. Síðan kemur í ljós salan, þegar kemur í ljós þetta algjörða fyllir í sem var í kringu söluna og menn að redda vinu sínum og svona þá að byrja allt þetta tala Var það núna? Nei, það var í rannsókn á fjármálaeftirlitsins meðal annars. Þá kom í ljós að allt þetta tala að bankarnir væri einhvern veginn miklu betri núna en áður bara er ekki rétt, sko. Þannig ég held að sé langt í það að... Jú, þeir standa mikið betur. Þeir mega bara okra eins og þeir vilja og ég veit að það var líka áður stjórnarnir átuð á upp. Það eru jákvæðir raunvextir stýrivaxta Seðlabankans upp okkur 4 og 5%. Það eru 4,5% verðbólga. Ætli yfirdráttar vextirins ekki 17% í dag. Þó nú væri þeir stæði vel. Já, en ég er að tala kultúrinn að neini. Ég er að segja, fyrir hrun að þá voru þeir búin að særa bankan svo mikið. Það var búin að taka allt eigið fyrir út úr þeim. Þannig að þetta var bara ekkjaskurð. Svo núna er ég trúi því ekki að það geti gerst aftur. Ég trúi að það geti gerst. Ég held að kultúrinn er ekkert breytt, sko. Þetta er reglurnar séu öðruvísi, en þeir eru sífellt að reyna að þrýsta á að mega greiða eigendunum
þetta eigið fé sem bundið þarna og Arion banki hefur svolítið staðið í því. Hann svona dróð sig saman Arion banki til þess að geta borgað eigandunum meira. Það þegar FL drengirnir voru þarna ráðandi hlutaverinn í Arion banka. Þá fór hann í það eftir að það höfðu gert það saman við Síman, seldu alla innviði og eitthvað svona. Þannig það margt svona í gangi í kringu bankana. Já, það sko eftir hrunið, þá tók ég viðtal við Dr. Jónas Haralds sem nú láti núna. Og ég viss þetta var síðasta viðtal sem við tekið við hann. Og við vorum að tala saman þetta alls. Hvernig að verjast þessu og þá sagði hann, það alveg sama hvað við setjum mikið af lögum eða reglum. Siðleysi finnur sér alltaf fara veg. Já. Þannig að þá kannski ámæri ekkert að segja, nei, það getur ekki gerst. Talandi siðleysi. Herðu, já, það endum einnig frétt sem tilvitnun í viðtal við Bigga í Maus, það lag sem að vera sendt út. Þannig að fjalla fyrirsögnin eins og ef Laddi hefði hvatt krakka til að reykja krakk eða sigarettur. Og hann að tala svona svokallega áhrifavalda sem ný stétt fólks sem að eiginlega selur sig. Áhrifavaldan eru byrjað að mæla með svona veðmálasíðum og alls konar veðmálum. Og alls konar, Dóti. Já. Þú var dóttur á svona áhrifavaldri. Jú, ég fylgist alveg með þessu, svo sem. Ég er svona með hennar augum og svo mínum eigin, bara gegnum samskiptum heila. Þetta er svolítið áhugaverið kúltúr, sko. Þetta er eitthvað svona fólk sem að fjölmiðlar hafa líka svolítið tekið þátt í að búa til, sem að svona áhugefni sjálf sér. Þetta er svona eins og gangandi auglýsingaspjöld, einhvern veginn, og þau, ég meina, þú getur ekki treyst í að þau séu að fara rétt með. Þau fá bara seðlapunkt í vasann og eiga að segja að einhverju vara sé frábær og þá hlaupa til allir litli grísir á landinu og reyna að eignast hana og vegna þess að það búa til einhverju svona glansmynd úr þessu sama fólki. Þetta fólk segir ekki neitt nema það sem borgað fyrir að segja. Ég held að allt sem að mæli með að þau fá borgað fyrir það. Já, það þannig. Þetta eiginlega verri viðmælendur fyrir okkur heldur en PR-fólkið eða aðstoðarfólk. Og ég bara skil ekki hvernig í ósköpunum þetta orði svona, að það var til einhver stjætt af einhverjum svona glansfígúrum sem að litið upp til, sem að á sama tíma sko einhverju svona sölumun dauðans. Þetta eiginlega bara alveg svona fárleg kúltúr. Ég fagnaði því að sjá Bigga í Maus með svona og tónlistafólk svona beita sér svona pólitískt fyrir Biggi líka sálfræðingur held ég. Já. Fyrirverandi blaðamaður var með okkur á fréttablaðninga Herðu, þetta voru fréttir dagsins María Lilja og Sigurjón Magnús og við ætlum að gera örstutt hlé og svo koma hingað að tala vindmyllur Halla Hrund, þingmaður Framsóknar og Andri Skúlason sem stjórnarmaður í Landvernd eftir augnablik. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Fortíðin var aldrei, hún aðeins Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar. Húnavellir, fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Ertu á leið norður? Húnavellir fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Tjaldsvæði með rafmagni, gistiheimili, sundlaug og heitur pottur, líkamsrækt, leiksvæði fyrir börn, sparkvöllur, veiði í Svínavatni, rafmagn, hjólalega, morgunverðarhlaðborð, kvöldverðarhlaðborð fyrir hóp og húsbílar eru velkomnir. Hópatilboð í boði fyrir ættarmót, stórafmæli, fjölskyldu og vinafögnuði. Allar upplýsingar á hunavellir.is og í síma 861 23 19. hunavellir.is